svona fyrstu hlutina sem þarf til þess að búa til skrokkinn. Þar á meðal hliðarnar, trekantlista og doblera. Nú þarfum við að koma þessu allar saman og reyna að forðast hættulegasta hlutin í sambandi við að búa til skrokk, og það að gera sömu hliðina tvisvar. Það fyrsta sem við þurfum að gera að stytta hliðarnar örlítið. Ég ætla ekki að setja mótor, þannig að skrokk hliðarnar eru merktar hérna, þar sem að það enda ef maður að smíða hreina sviflugu. Ef maður setti mótor í, þá kæmi hann hér framan á þetta. Við skulum skera hérna. Það er best að vera með stál reglustiku og góðan hníf. Og fara aðeins ofan í þetta strik. Svona. Nú þurfum við að fitta svona trekantlista hérna eftir neðri brúninni á skrokknum, en það er náttúrulega engin leið að sveigja þennan lista þannig að hann passi, svo að til að gera það þá tökum við svona sög og sögum með svona sentimeter bili ofan í listan. Við sögum langleiðina ofan í hann, en pössum að fara ekki það langt að hann fari í sundur. Þegar við gerum þetta, þá getum við beygt listan til, og eftir því sem við skerum þéttar, því meira er hægt að beygja hann. Nú ætla ég að fara að líma þetta saman, og besta aðferðin til þess að búa ekki til tvær eins hliðar að leggja skrokkhliðarnar svona niður með bakið upp. Þetta strik hérna þurfum við að nota, þannig að eins gott að það sé uppi líka. Og síðan byrjum á því að líma F7 doblunina, krossviðin hérna innan í, og við þurfum að passa að götin hérna standist á. Og ég ætla að gera það bara með trélími. Trélími er náttúrulega langbest í þetta allt saman. Svona. Það er ágætt að nota 1 eða 2 títuprjóna til þess að koma í veg fyrir að þetta renni eitthvað til. En síðan ætla ég bara að gera eins og ég hef gert áður, að fergja þetta niður með stálkubbum. Svona. Þá ætti þetta að vera slétt og fínt þegar það þornar. Þá ætla ég að fara að líma þennan trekantlista hérna á.
og ég er búinn að taka svona skáa hérna á þetta sem passar við strikið og nú þarf ég bara að líma þetta niður og festa með títuprjónum. Þannig að ég skal hafa nóg af þeim hérna. Ég set lím á trekantlistan. Þessi listi brotnaði, svo ég byrja bara hérna á þessum enda. Ég læt þetta flúta við brúnina á skrokknum og pinna þetta síðan bara þétt niður. Og eins og sést þá beygist listin mjög fallega eftir að maður búinn að taka svona spor í hann. Hluti af líminu má alveg fara inn í þessi spor. Það límist bara betur þannig. Það er mjög auðvelt að sveigja þetta hérna niður á skrokknum eftir að maður tekur svona spor í þetta. Það er ótrúlegt hvað þetta verður meðfærilegt. Svona. Síðan er þessi trekantlisti hérna að ofan, F12, og ég ætla að taka hann í lengd. Hann fer hérna upp að krossvinum og að strikinu hér að aftan. Þannig að hérna þarf ég að saga. Lími þetta niður líka. Og hérna passa ég mig að þessi trekantlisti sitji akkurat á brúninni á skrokknum. Svona. Nú ætla ég að reyna að láta þetta taka sig alveg til morguns. Þá eru hliðarnar þurrar og lausar af spjaldinu og nú þurfum við að finna til alla rammana sem að eiga að koma. Hérna er F1 og F2, F3 á að vera hérna einhvers staðar, F4 hér, 5 er hérna fyrir servo og F10 á að koma hérna onni og er fyrir tókrákin. Síðan er hérna F8 og hann kemur hér að framan. En til að byrja með
þá þurfum við að taka fleyg úr hliðinni hérna, eða úr þessum trekantlistum og samkvæmt leiðbeiningunum að þá á fleygurinn að byrja, samkvæmt teikningunni byrjar hann, hann er sýndur hérna hér, ég er búinn að merkja hérna á og nær alla leið aftur á en fer bara niður á það bil 2,5. Þá er spurning hvernig getum við fundið 2,5 mm hérna. Það er mjög auðvelt. Hérna fáum við afskurð af stélkambinum og með því að setja hann hérna, hann er akkurat 2,5 á þykkt. Við getum sett hann hér niður, fest hann örlítið með títuprjóni. Þá vitum við hvað við þurfum að fara langt, getum merkt hérna og sjáum þá nákvæmlega hvað við þurfum að hefla langt niður. Nú ætla ég að fara að líma rifin inn í skrokkinn, en áður en ég geri það, þá ætla ég að gera örlitla breytingu á þessu, vegna þess að mig langar til þess að prófa að draga þessa svifflugu á loft með öðru flugmódeli. Og til þess að það sé hægt, þá verður að vera tókrókur á módelinu alveg fremst í nefinu og það verður hægt að losa bandið úr honum. Til þess að gera þetta þá bjó ég til þetta hér. Þetta er rör. Það er 2 cm á lengd og tæplega 9 í þvermál. Ég boraði 4 mm gat í gegnum það og setti annað rör sem er 3 cm á lengd og að innanmáli akkurat nóg til þess að taka 3 mm rör. Þetta 3 mm rör lóðaði ég síðan upp á vír. Það mun síðan geta gengið hér inn í og taka sem sagt bandið. Það fer liggja, ef ég reyna að sýna hérna, það fer liggja hérna inn í og þetta fer í liggjuna og festir hana. Síðan er módelið togað á loft og síðan til að sleppa þá er togað í gegn eftir og liggjan losnar. Þetta er sjálfu sér afskaplega einfalt en ég þarf að koma því fyrir það bil hér. Hérna. Það þýðir að ég þarf að breyta F1 og hugsanlega F8. Ég þarf að gera gat í F1 sem tekur þetta 4 mm rör og það er spurning hvort að ég reyni að grafa þetta aðeins ofan í F8 eða bara festa það hérna utan á. Síðan þegar að kubburinn kemur á að þá felum við þetta. Hérna er nefið F8, lokið ofan á kemur það bil hér og innan á F8 er ég núna búinn að setja þennan togkrók. Ég aðeins gróf fyrir honum, setti síðan smá balsa hérna megin undir og þegar að tog fer fram þá fer þetta rör hérna inn í, festir togbandið, módelið er dregið upp
og síðan er tógbandið losað með því að draga þetta út. Nú skulum við byrja að setja skrokkinn saman og það fyrsta sem við þurfum að gera er að taka hérna F3 og setja hann á sinn stað hérna fremst. Það eina sem við þurfum að passa er að á F3 og F4 eru göt fyrir stýribarka og þau þurfa þá sérstaklega að vera sömu megin sem var ágætt að hafa. En við byrjum á því að festa þennan hér og þetta þarf að vera í 90 gráðum við skrokkhliðina. Þetta er eina rifið sem er í 90 gráðum á þessu módeli. Nú ætlum við að setja hina hliðina á. Hún þarf að koma hér og hún þarf líka að vera í 90 gráðum. Nú ætla ég að líma F4 inn í skrokkinn og til þess að það sé alveg öruggt að þetta sé rétt þá er ég búinn að setja hérna afskurði af dótinu, afskurði úr módelinu sem að sýna mér akkurat hvar hliðarnar eru. Ég seti skrokkinn hérna niður á hvolf þannig að F3 sé akkurat yfir F3 á teikningunni og síðan get ég rennt F4 inn á sinn stað. Nú ætla ég að halda áfram að festa þessa ramma alla saman inn og gera skrokkinn fínan og við höldum áfram í næsta